Þetta verður auðvitað með jólalegu sniði hjá okkur í dag, enda jólaþátturinn og við ætlum að byrja á jólamat hérna í settinu því að hingað til mín kominn Reynir Már Guðjónsson, kokkur á Duck n' Rose í Reykjavík og við ætlum að spjalla svolítið jólamat. Vertu velkominn, Reynir. Sæll. Hvernig háttar þú þessu sem kokkur, hvernig háttar þú jólamatnum hjá þér? Ertu alltaf með sama í matinn og jólunum eða hvernig gerir þetta? Nei, ég reyni að hafa þetta svolítið fjölbreytt. Já. Ég reyni alltaf að pröfa eitthvað nýtt til dæmis. Já, akkurat, og gert í mörg ár? Já, nokkur ár allavega. Já. Það var alltaf þetta venjulega, þetta hamborgarhryggurinn og brúnar kartöflur og grænar baunir. Einmitt þetta sem flestir Íslendingar kannski tengja svolítið mikið við jólin. Nákvæmlega. En finnst þér einhver matur svona jólalegri heldur en annar, sko, fyrir utan þá eins og hamborgarhrygginn? Finnst þér eitthvað sem þú verður að fá jólin til þess að séu jól? Já, hangikjöti, sko. Hangikjöti, já, akkurat. Við fáum alltaf hangikjöti akkurat úr Mývatnssveit. Já. Heimarekt. Já, svona alvöru. Já, já. Já, ég held að flestir svona sem á annað borða kjöt gætu tekið undir það, en það er auðvitað náttúrulega færst í aukana að fólk sé vegan eða grænmetisætur og hefur eldað svoleiðis jólamat líka eða? Nei, ég hef nú sleppt því. Þú hefur sleppt því, akkurat. En maður er svona, hvað heitir það, hnetusteikur og alls konar hefur maður heyrt að það færst mikið í aukana svona á undanförnum árum og maður sé að jólahlaðborð og annað eru farin að taka það svona inn í reikninginn. Já, það er ýmislegt, hnetusteikin og umpsteikin og... Já. En svona í þínu starfi sem kokkur, finnst þér sko hafa breyst svona jólamatarmenningin í gegnum tíðina? Örlítið, en hún helst samt einhvern veginn alltaf svipuð. Já. En það er meira, fólk er aðeins minna að fá sér reykt. Já, það er svona kannski meðvitaðar saltneyslu og svoleiðis. Akkurat. Sparar það. En hvað ætlar að hafa núna jólin? Ertu búin að ákveða það? Já, ég verð akkurat hjá tengdó jólin. Já. Þannig ég kannski hjálpa til aðeins í eldhúsinu en tengdapabbi sér mest um þetta. Já, þannig að þú færið frí aldrei þessu vant Eitthvað. Á jólunum. Nú veit ég að þú ert búin að vera í fæðingarorlofi og hvernig verður með jólamatinn fyrir litlu? Eru þið búin að hugsa það eitthvað? Fær hún bara það sama á þið eða? Já, við ætlum að gefa henni allavega eitthvað í sama. Já, bara mauka það eða... Já, skera minni bita. Einmitt. Svona í míkrakantinum. En gott að koma þeim á bragðið sem fyrst. Já, sjálfsögðu. En talandi svona hátíðamat, hvernig finnst þér sko, var þetta í svo gamlárs, því þú ætlar að elda á gamlárs, er fólk svona almennt frjálslyndara með hvað er í matinn eða svona opnara fyrir nýjungum á áramótunum eða? Já, mér finnst það. Já. Eins og okkur, við verðum með til dæmis heilan kalkún. Já, einmitt. Kalkún, það er eitthvað svona sem hefur verið að ryðja sér til rúms bara á undanförnum árum. Fyrir kannski 20 árum síðan var ekkert algengt að fólk væri með kalkún. Nei, þetta er náttúrulega kemur aðalega frá Bandaríkjunum. Já, þetta svona og þessi fylling og það leggja væntanlega mikla alúð og natni í að gera hana almennlega, er það ekki? Jú. En því annars er hætt við að hann verði þurr. Já, viljum það nú ekki. Nei, það er náttúrulega væri hræðilegt, þannig að það verður að passa það. En áttu þér svona einhvern annan uppáhalds mat svona fyrir utan þetta svona hátíðartengda? Hvað er skemmtilegast að elda að þínum dómi? Það er svolítið margt, sko. Já. Ég var eiginlega engan uppáhaldsmat til að elda. Nei, það er bara að það sé áskorun eða eitthvað svona. Já, alltaf skemmtilegt að pröfa eitthvað nýtt. Já. Reyna aðeins að víkka sjónlautarhringinn. Já, einmitt. Og nú ertu hvernig matur er þetta sem þið eru að elda eins og á Duck n' Rose, þar sem þú starfar núna í Reykjavík? Þetta er franskt-ítalskt. Já. Alveg frá pítsum og upp í andar Wellington. Já, einmitt. Þannig að það er mikil fjölbreytni. Já. Sem er væntanlega það sem heldur þessu skemmtilegu og fersku fyrir manni, þessu starfi, að takast á við fjölbreyttar áskoranir. Já. Einmitt. Og þar, þú ert náttúrulega upprunalega héðan að norðan samt. Jú. Já, akkurat. Ertu búin að vera lengi í Reykjavík? Ég flutti frá Akureyri fyrir 10 árum. 10 árum, já. Þetta er orðið 10 ár sem þú ert búin að vera á vergangi. Ég stoppaði aðeins í Mývatnssveit í millitíðinni. Já.
vann þar í nokkur ár. Já, en kann bara vel við í borginni. Já. Já, frábær. Það svona, ég held að Akureyringar og svona landsbyggðar fólk kannski lætur oft hljóma verr en það að búa í borginni, svo þetta bara rosalega fínt þegar maður komið þangað. Já, svona aðeins fjölmennara. Já, meira líf allavega en á sumum stöðum. Já, jú. Og það sé nú alltaf blússandi fjör hérna á Akureyri, við gefum nú engan afslátt af því. Nei. Og veðrið náttúrulega. Veðrið er náttúrulega alltaf betra á Akureyri. Já, við skulum ekki tala mikið um það, við skulum ekki bara reyta fólk til reiði svona fyrir jólin. En bara þakka þér kærlega fyrir að koma til mín og spjalla um svona matarhefðir og þetta. Og ég vona bara að þú njótir jólanna til þessi ítrasta og gangi vel að elda áramótamatinn. Já, takk fyrir að fá mig og sömuleiðis. Takk fyrir.